Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Það óhætt að segja að veturinn sé kominn hérna fyrir norðan allavega. Það alltaf þessi umræða dekkin. Hvernig dekk á ég að fá mér? Sumir segja ekki fá þér nagla, það eyðileggur malbikið, það þeytir upp svifryki. Við skulum bara fá núna almennilega umræðu við fólk sem veit hvað að segja. Hún Rut frá umhverfissviði Akureyrarbæjar og Áskell frá Höldi, það rétt byggt til mér, ekki? Hárrétt. Yes. Þau eru komin til mín og við ætlum aðeins að fá svona umræðuna þetta. Nagladekk, ef maður myndi ekki fá sér nagladekk, hvað myndi maður þá fá sér í staðinn, Ási? Maður fær sér einhver svona fjölnotadekk sem að gilda fyrir allar árstíðir. Og já, það má eiginlega... Getur við fara eitthvað svona aðeins nánar, hvers konar... Það til harðkornadekk, loftbóludekk, dekk með vetrarmynstri. En það bara svona, samheitið yfir þetta heilsársdekk. Og þetta snýst náttúrulega bara það í rauninni á hverju viltu keyra, hverju treystirðu. Nú fólk náttúrulega farið að heyra þessar raddir í sambandi við umhverfisvernd. Að þetta snýst ekki bara það kannski endilega á hverju ég vil keyra, þetta snýst kannski líka það hvað ég að gera með því að keyra á nöglunum mínum. Og fólk, getur þú kannski aðeins svona leitt okkur inn í það, hvað það nákvæmlega sem að þið hafi í rauninni komið stað hérna hjá umhverfisnefndinni? Heyrðu, já, eins og segir ég vinn hjá umhverfissviði Akureyrarbæjar. Já, umhverfissviði, fyrirgefðu. Það sem sagt, við sjáum það að það mikið aukning í notkun nagladekkja með talningar frá því sem áður var. Við höfum verið að fá mjög há gildi í svifryksmælingum og þar teljum við að nagladekkin hafi áhrif. Þau eru að mjög líklega að spæna upp götunar og það verður eftir efni sem koma í svifrykið. Þannig að við viljum náttúrulega hvetja fólk til að vera ekki á nagladekki. En fólk hugsa náttúrulega, þetta náttúrulega mörgum finnst þetta öryggi og meðan kannski líka umhverfissjónarmiðið. Já, en það náttúrulega kannski fólk að spyrja sig, er það jafn öruggt að vera á einhverjum af þessum hinum valkostum eins og að vera á nöglum? Hvað segir þú það, Ási? Fljóta svarið náttúrulega það að viðbragðsaðilar, lögregla, slökkvilið, björgunarsveitir, sjúkrabílar og annað slíkt, þeir fara allir á nagladekk. Og ég held að það svona svarið þessari spurningu hratt og vel. Já. En svo það náttúrulega bara spurningi, í hvað aðstæður fólk að fara? Já, maður kannski ekki allir í sömu aðstæðum og þessir aðilar. Akkurat, og bara fólk sem á heilsársdekkjum, að það kannski veigra sig frekar við því að fara út í umferðina þegar mjög hált, því að heilsársdekkin eru ekki jafn örugg og nagladekk. Þannig að ef fólk tekur þennan valkost, að þá það kannski bara allt í lagi, þá bara býður heima þegar mesta hálkan en þá að vera meðvitaður það. En þá heldur ekki undirbúin undir það óvænta þegar og virkilega þarft á dekkjunum eða geta treyst á dekkin. Þannig að fólk verður svolítið svona aðeins að pæla í því, hvert ég að fara og hvað ég að fara að gera. En þá líka kannski ekki hægt að kvarta undan svifryki að vori ef að maður tók þessa ákvörðun, eða hvað segir þið? Við höfum náttúrulega verið mjög dugleg að þrífa götur og annað til að minnka svifryksmengun. En ef kannski eins og segja, ef fólk væri mögulega ekki á nagladekkjum, þá væri mengunin minni. En svo hugsaum við þess að með kannski aðra kosti að ef fólk mögulega fleiri en 2 bílum og annar bílinn kannski í bæjarakstri, að því sumir veigra sig við að vera á heilsársdekkjum með þeir eru að keyra utan bæjar, að bílinn sem kannski innan bæjarbílinn að velja annan valkost þar. Fólk þarf náttúrulega að huga líka að örygginu eins og þú segir, en allan að skoða alla möguleika. Já, maður kannski hættir sér ekki, ef mann kannski finnst óþægilegt að fara kannski upp á fjallvegi eða keyra yfir heiðar án þess að vera neldur. Já, það tala margir það. En svo náttúrulega líka það að það eru mjög breyttar veðuraðstæður. Vetur allan eins og ég man hérna sem krakki, þá var vetur bara frá, bara allan vetur. Núna erum við að fá kafla þar sem maður að keyra á og fólk að keyra á nöglum hálfan veturinn á auðum götum, sko. Já, þetta svolítið fast svona í hausnum á manni að maður þurfi í rauninni nagla bara leið og fyrsti snjórinn kemur, eins og við sjáum hérna í bænum. Það eru búin að vera raðir bílaraðir í 4 daga eða eitthvað. Fólk að ná sér í nagladekk eða vetradekk, við vitum það ekki.
En þetta er það sem við vorum að tala þú veist, að þetta stundum líka einhverjur utanakomandi eins og breytt viðfar. Það þarf að aðlagast því hægt og rólega. Já. Það eru miklu meiri umhleypingar heldur en voru. Sem að þýðir náttúrulega að, þú veist, bara eins og í fyrravetur, þá vorum við með 16 stæði hita í janúar, ef ég maður rétt. Og svo örfáum dögum síðar, að þá vorum við komið með sko kafsnjó og mikla hálku. Þannig að, þú veist, það er ekkert skrítið að fólk eigi erfitt með að velja ákvörðu að ætla að keyra. En, þú veist, þegar ég fer út á mótnana, þá finnst mér rosalega gott að geta treysta og ég sé á nagladekkjum. Og hérna á hvað var á þriðjudagsmorgninum þegar að gerði hérna þessa mikla hálku sem það var, að þá voru náttúrulega bara flestir sem voru ekki á nagladekkjum á skautum, þó að fólk hafi verið á heilsustekkjum. Og þú veist, og við lendum í svona aðstæðu nokkru sinnum á vetri og þá náttúrulega verður fólk aðeins að pæla í því, eins og ég sagði á hann, á hvernig dekkjum er ég og á ég að fara af stað eða á ég bara að fara labbandi eða taka strætó eða gera eitthvað annað. Já, það er náttúrulega alltaf til kannski fleiri möguleikar heldur en að keyra. Við erum náttúrulega ósvöldlega föst í því að keyra, en strætónir, á hvernig dekkjum eru þeir? Vitum við það? Strætónir okkar hafa verið að keyra ýmist á heilsársdekkjum eða nagladekkjum. Þannig að kannski botnin í þessu er sá að þetta er náttúrulega val. Staðreyndirnar eru þær að maður er öruggari þegar aðstæður eru þannig á nagladekkjum, en þeir sem að vilja virkilega reyna að vera umhverfisvænir í þessu, þeir geta þá tekið þá ákvörðun en þurfa þá virkilega að passa sig þegar aðstæður eru slæmar. Svo sama tekið og svo líka, þú veist, mætti bærinn vera duglegur að koma til okkar íbúana, þú veist, það núna er einhver aðstæður að koma og það verður mikið mengun. Þú veist, getið þið nota strætó. Þú veist, svona víða í borgum erlendis að þá er verið að banna að keyra því að það er svo mikið mengun. Og ég meina, Hildikunni, það er bara verið að duglega að henda á Facebooka, núna er bara allir að rölta því að það verður mikið mengun. Það er að störfum hjá bænum vinnuhópur sem er að skoða þessa syðrusmengun, hvað er að valdinni. Og það er eins og segið, þar erum við til dæmis að skoða þessi sýni af götunum og viðræðastæði að spila mikið inn í. Og við erum að þróa verklagi kringum þetta og eitt af því er að senda út tilkynningar á skóla og leikskóla þegar við teljum, eins og segið, við teljum að svifryksgildi munu fara eða hækka yfir daginn og sem og að setja tilkynningar á heimasíðunni hjá bænum og Facebook-síðuna. Það hljóma bara mjög vel. Já. Já, þá skulum við bara ljúka þessum umræðum í bili, en þetta er náttúrulega sagan endalausa. Fólk elskar að tala dekk. Það er bara þannig. Þetta hættir aldrei. Nei. Aldrei. Takk kærlega fyrir að koma og taka þátt í þessu. Takk. Takk.